það svo margir að fylgjast með gegnum netið. Mér langar að byrja hérna, við ætlum náttúrulega að biðja fyrir stundina áður en við byrjum, en mér langar að byrja á að segja eins og þið munið eftir á, ég held að það var á föstudagssamkomunni, þá vorum við að biðja hér fyrir þessum drengjum sem að hérna í síðustu viku sem að lentu í höfninni í Hafnarfirði. Nú það eru komnar út fréttir það að annar af drengjunum, sem sagt einn af þessum þremur, hann bjargaðist nú strax. Það var lítið slasaður, tveir þeirra voru illa haldnir og í rauninni má segja þeirra við drukknað og voru endurlífgaðir. Annar af þessum drengjum kominn til lífs og víst alheilbrigður. Bara dýr sig Guði fyrir það. En mér langar til þess að við biðjum og höldum áfram að biðja fyrir bæði því sem að hér eru og við þið sem eru heima fyrir þessum dreng sem að ennþá liggur þungt haldi. Ég var kannski að byrja á því áður en við biðjum fyrir samkomunni og að rísa á fætur og þið sem heima eru líka og við skulum biðja. Ég trúi því að Guð svari bænum. Ég held að það hafi ekki bara verið beðið hér á föstudaginn og yfir helgina og síðustu viku fyrir þessum drengjum. Held ég það er nánast hver sem maður heyrir í, hvort sem þeir tilheyra kirkju eða ekki, sem eru með þessa drengi í huga. Þjóðin slegin og þetta svona verður til þess að fólk það leitar í þessa rót sem að og þennan kraft sem við eigum í bæninni. Og við skulum gera það hér nú. Heilagur drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir það að þessi tveir drengir skulu vera orðnir alheilbrigðir og komnir til lífs, drottinn. Við þökkum þér fyrir kraftaverk, drottinn. En við viljum biðja þér fyrir þessum dreng sem að enn liggur, drottinn, sofandi. Vilt þú koma inn í hans kringustæður og viltu, drottinn, gera hann alheilbrigðan í Jesú nafni. Við biðjum bara að þú komið lækningu, leysingu, gerðu þið máttgan í þessum kringustæðum, drottinn. Við biðjum í Jesú heilaga nafni. Og allir líðurinn sagði, Amen, halleluja. Biðjum fyrir stundinni. Heilagur drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að við komum saman, drottinn. Ég þakka þér fyrir, drottinn, að við fáum að lofa þig hér í þessu húsi. Ég bið að þú blessi tónlist, Sibbu þegar hún talar, alla þá sem að samkomu þjóna og þá sem þjóna hér, drottinn, í hljóði eða hvað sem það drottinn, ég bið blessun þína. En fyrst og fremst bið ég fyrir þeim sem hér eru og þeim sem heima sitja, þeim sem eru komnir til þess að fá eitthvað frá þér í dag, drottinn, til þess að lofa þig, til þess að heyra frá þér, drottinn. Ég bið að þú blessir þau og þú, drottinn, virkilega talir inn í líf fólks í dag í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk Jesús. Lofa Guð saman. Við ætlum að byrja á lagi sem við ættum að þekkja öll frekar vel. Fluttan getur fjöllin. Höfundur mín sjálfráð
syngjum sigurvann hann, segðu öðrum frá. Lýsum ljósið, láttu heiminn sjá. Syngjum sigurvann hann, segðu öðrum frá. Já, Jesús, flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, hann frelsað getur hvern mann. Og já, eilíf, höfundur míns hjálpráð, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Og já, Jesús, flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, hann frelsað getur hvern mann. Og já, eilíf, höfundur míns hjálpráð, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Má ég sjá hendur? Fylltu heimilin af gleði, fylltu göturnar af söng. Sérhver tunga játi Jesús, þinn líður lofar þig. Og frá fjöllum niður í dali, ljómi lofgjörð og til þín. Og frá jörðu upp til himinn, ljómi söngur og til þín. Láttu ljós þitt lýsa upp myrkrið, já, við krjúpum við þinn kross. Já, megi dýr þín fylla heiminn, líkt og vatnið fyllir sæ. Já, frá fjöllum, já, niður í dali, ljómi lofgjörð vor til þín. Og frá jörðu upp til himinn, ljómi söngur vor til þín.
this day in history. 'Cause death is beaten, you have rescued me. Come on, sing it out, 'cause Jesus is alive. Yeah! The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Come shout it out, 'cause Jesus is alive. Oh, he's alive. Stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease, and celebrate, 'cause Jesus is alive. He's alive. What a glorious day, what a glorious way, that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name, that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious day that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious day that you have saved me. Oh, happy day, happy day, you washed my sin away. Halleluja! Gaman að lofa Guð. Má ég heyra með? Þetta eru svona frekar eldri lög sem við erum búin að vera að nota. Hress og skemmtileg, fullt á íslensku. Ég fæ örugglega bara velun eftir daginn í dag, það ekki sem bara perfect mixtúra af ensku og íslensku. Ég að grínast. Þetta stanslaus barátta. Það eru sumir sem vilja íslenskt, sumir sem vilja enskt og það er erfitt að gera öllum til geðs, en það er auðvelt að gera Guði til geðs. Þú bara lyftir hendi og þú lofar hann bara. Má ég heyra með? Halleluja. Takk Jesus. Rabbatar að leiða okkur í næsta lagi. I desire Jesus, precious Lamb
who ransomed me. Upon the cross he took my sin. By his blood he set me free. I desire Jesus, oh his name my soul esteem. For upon his thorn-scarred brow is the crown of victory. He is worthy of all honor, all glory to his name. He alone deserves our highest praise, and forever he will reign. I desire Jesus, triumphant one, the earth awaits. For day the earth will shine with the glory of your name. He is worthy of all honor, all glory to his name. He alone deserves our highest praise, and forever he will reign. You are glorious. You are all glorious. My heart leaves in, my soul must sing. You are all glorious. You are all glorious. You are all glorious. My heart leads in, my soul must sing. You are all glorious. You are worthy of all honor, all glory to his name. He alone deserves our highest praise, and forever he will reign. You are all glorious.
nær þér, Guð. Halleluja. Dragðu okkur nær þér, drottin. Við viljum draga okkur nær í þér, drottin. Halleluja. Takk, Jesús. Við lofum og tygnum þitt heilaga nafn, drottin. Út stórkostlegu Guð, drottin. Og skilið alla lofgjöru, drottin. Heiðrað okkur með nærveru þinni hér í dag, drottin. Við þráum nærveru þín og líf hér í dag, drottin. Við þurfum á því að halda, drottin. Halleluja. Talaðu til okkar hér í dag. Heilagur andi, verður bara velkomin í Jesú nafni. Verður velkomin. Fylgdu hvert krók og kim og hvert hjarta hér í dag í Jesú nafni, drottin. Halleluja. Mercy and
Nærvera þín er hér, Drottinn, halleluja. Og við lofum og tygnum þig, þú ert heilagur, þú ert stór og þú ert stórkostlegur, Drottinn. Halleluja, Drottinn. Gerðu gat á himinin, Drottinn, og leyfðu dýrðarnærveru þinni að bara koma, Drottinn, halleluja. Ég biði leið okkur að finna aðeins meira á dýrðarnærveru þinni, Drottinn. Takk í hönd okkar, Drottinn, og leið okkur að finna aðeins meira á dýrðarnærveru þinni, elsku, kærleika, föður kærleika þínu, Drottinn. Fylltu hjart okkar hér í dag, Drottinn, halleluja. Fylltu, Drottinn, helgidóminn hér í dag af dýrðarnærveru þinni, Drottinn. Leyfðu olíu drjúpa veggjum, Drottinn, og leyfðu reik þínum að koma hér inn, Drottinn, og leyfðu okkur að finna fyrir kærleika þínum og elsku, Drottinn. Meðan við lofum þig, Drottinn, meðan við lyftum upp nafniðinu, Drottinn, halleluja. Og við segjum í söng, Drottinn, takk fyrir allt sem þú hefur gert, Drottinn. Takk fyrir allt sem þú hefur gert, Drottinn, allt sem þú leitt okkur í gegnum, alla þá sigra sem þú hefur leitt okkur að eignast, Drottinn, og öll bæna svörin, Drottinn, sem þú hefur leitt okkur að sjá, Drottinn. Fyrir alla þá sem þú hefur leitt í trúar, Drottinn, fyrir alla þá sem þú hefur læknað. Halleluja, Drottinn, fyrir þá sem þú ert að fara að lækna, fyrir þá sem þú ert að fara að leysa, Drottinn, fyrir þá sem þú ert að fara leysa og læðingi, Drottinn. Halleluja, Drottinn, fyrir nærveru þína sem þú ert að úthella, Drottinn, yfir alla heimsbyggðina, Drottinn. Þá segjum við takk og við lofum þig. Við segjum takk og við lofum þig, Drottinn. Þú ert svo heilagur. Nafnið Jesús, halleluja, sem öllum nafnum að þeirra. Megi það fá að heyrast alla heimsbyggð, Drottinn. Megi það fá að heyrast alla heimsbyggð, Drottinn. Þetta undursamlega nafn, Drottinn, sem öllu breytir, Drottinn. Megi kraftur þinn, Drottinn, fá að fara alla heimsbyggðina í gegnum nafn þitt, Jesús. Takk, Jesús. Halleluja. Syngjum saman nafnið Jesús. Við skulum látlaust lofa nafnið Jesús. Halleluja. Látlaust vil ég lofa nafnið Jesús. Lausn og frelsi veitir þetta nafn frá synd. Þegar fjöldans nafn fölna, muni færa nafn hans ljóma, og það lýsir mönnum leiðum ógrið fjöll. Það leiðin sem við ferðumst yfir öll. Fyrir nafnið
liðinn. Hinn ég geng og lít hans auglind undur blíð. Sá sem Kristur Jesú kallast, komu hans þá mun minnast, á Golgata hann gaf andan sinn. Takk Jesús, til að gæti ég og þú séð í minni. Heilagur nafnið Jesú, færa nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú á ég líta. Nafnið Jesú, færa nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú á ég líta. Syngjum þetta saman, nafni Jesús. Nafnið Jesú, færa nafnið Jesú, fyrir Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Come on. Glorify
me know you, honey. Oh, come on and help me now. Help me know you, honey. It is well. Come on. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Hallelujah, Jesus. Halleluja, 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 halleluja. Það svo gott að lofa þig, Drottinn. Það svo gott að lofa þig, Drottinn, halleluja. Það svo gott að finna fyrir þessari nærveru þinni, Drottinn, og þessum kærleika, Drottinn. Og það svo gott fyrir sálina, Drottinn, halleluja. Það svo gott fyrir sálina að vita að þú ert til staðar, að þú segir að þú ert og þú ert, halleluja. Ó, halleluja. Já, já, já. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Halleluja, Jesus. Það eitthvað við þessi gamlu lög. Það einhver smurning, það einhver leysing, það eru forréttindi að fá að taka sér lögin og finna hvernig að þetta hefur komið í gegnum jafnvel árhundruðin þessu lög með leysingu og líf inn í líf milljónir manna. Halleluja, halleluja, milljónir manna. Og það heiður að fá að syngja þetta og fá að finna hvernig að nærvera Drottins bara smýgur inn. Halleluja. Ég elskar nærveru Guðs, halleluja. Ég elskar þegar ég finna að hann að snerta við fólki. Halleluja, takk Jesus. Ó, Drottinn, Sibba. Halleluja. Tveir. Ég var nú alveg til í meira. Ég var nú bara að viðurkenna það. Vá, þvílíkt og annað eins. Veit ég er svo spennt fyrir þessu ári. Ég trúi því að Guð ætlar að leysa bönd hjá fólki sem hefur haldið þeim tilbaka. Það er bara þannig. Við munum sjá fólk rísa upp sem aldrei fyrr á þessu ári. Og það mun koma ykkur á óvart hverjir rísa upp. Það er bara þannig. Og ég er svo spennt fyrir því út af því að þetta er ekki mannsverk, þetta er Guðs verk. Og þetta er Guðs tími, þetta er Guðs áætlun. Og þegar Guð með áætlun þá nær hún fram að ganga. Og
og það bara þannig með fáum eða mörgum hún nær fram að ganga og ég þrá að sjá Guð, bara ríki Guðs gert dýrlegt á Íslandi, að því sé hátt lyft upp, að drottin okkur af frelsari mætti vera frelsari alls þessara, allra meðlima þessara þjóðar, meðlima, þið skiljið hvað ég meina, ég alveg dottin út. En ég bara þrái það að við tökum á móti hér í dag. Þannig ég vil endilega biðja ykkur að rísa á fætur og bara teygja hans hendur til himins og biðja drottin að koma með djörfung, lækningu, leysingu inn í líf okkar. Og að það sem haldi okkur tilbaka, og ég ætla að tala eins það á eftir, að það sem heldur okkur tilbaka, að það mætti vera brotið á bak aftur. Því að það ekkert annað en tálbeita Satans sem heldur okkur frá því besta sem að Guð hefur fyrir okkur. Og það skal brotið í Jesú nafni. Amen. Lyftum upp höndum. Drottin, við bara gefumst upp fram fyrir þér, drottin. Og ég bara þakka þér fyrir náð þína miskunn og trúfesti þína, drottin. Þakka þér fyrir að við fáum að koma hérna saman, drottin, og alltaf þegar við komum saman þá ertu hér. Þinn heilagi andi hér, drottin minn. Og ég bið að leysa okkur, drottin. Ég bið að drottin Jesús gefa okkur áræðni og þor. Og drottin, ég bið að gefa okkur, drottin, eitthvað nýtt frá hástóli náðar þinnar, Jesús. Og ég biði drottin minn og drottin minn Jesús, gefa okkur náð til að stíga næsta skref, því að trúin fer fram á við. Hún ekki í baksýn í speglunum, trúin fer fram á við í Jesú nafni. Og gefa okkur náð til að sjá það að það sem fyrir framan okkur meira en það sem bak við okkur, drottin minn. Því að þannig virkar ríkið þitt, Jesús. Og drottin, ég bið bara leysingu og lækningin í líf fólk sem að glíma við særindi. Drottin, særindi og jafnvel hluti sem hafa verið sagt og jafnvel eitthvað sem við höfum komið okkur sjálf í. Það nú bara iðulega þannig, ég kemur sjálf í eitthvað vandræði. Drottin, jafnvel þú veist, kannski það bara særind út í sjálfa mig. Drottin, viltu gefa lækningu og lausn, drottin minn, Jesús. Því að Harabashia margvíslega fellur hinn réttlátur en þú reisir hann við. Halleluja, í Jesú nafni, í Jesú nafni. Og ég kem í gegn allri fyrirdæmingu og allt sem að reiki sér upp gegn þekkingun á drottni í líf okkar. Í Jesú heila nafni og allir líðurinn sagði amen. Amen. Drottin bless ykkur, við ætlum að taka fórn. Og það forréttindi að fá að taka fórn. Nei, þarna ég aftur dottin í einhvern gamlan gír. Við erum að fara að taka samskot. Og ég vil minna á það að those who need interpretation, there's gonna be available for you. So please use that. Faye also. Amen. Þannig að Jesú nafni, þá ætlum við að taka fórn. Já, amen. Við ætlum að taka samskot. Hvað að frétta? Það hlýtur að koma lausn inn í þessi máli einhvern tímann. Það hlýtur að vera, við höfum trú fyrir því. Amen. Það gerist kannski seint á þessu ári en við ætlum að taka samskot í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir gefn, hún gefst ekki upp, hún setur alltaf hérna grænt samskot. Ég tek ekki eftir því. Nei, ég var að biðja, þannig að það dugar örugglega. Draw me close to you and never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find the way to bring me back
Help me know you are near. Help me know you are near. Hallelujah. Hvernig væri að gefa þessum snillingum gott klapp? Amen. Þvílík blessuð lofgjörð hjá okkur. Við erum alveg ótrúlega blessuð. Má ég heyra amen? Amen. Ég vil biðja alla minnum að koma hérna fram og biðja. Og Alli, hann er svo léttur í spori, kemur hlaupandi. Hann kemur nefnilega aldrei hlaupandi því ég biðja hann að koma hlaupandi. Hann lappar hratt. Amen. Guð er góður við okkur. Við skulum rísa á fætur. Halleluja. Þetta verður gott ár. 2020 verður gott ár. Fyrir kirkjuna og fyrir okkur sem einstaklinga. Ég hef mikla trú fyrir því. Þannig að við skulum biðja. Jesús minn, ég þakka þér fyrir þá náð að við fáum að koma í hús þitt í dag. Að við fáum að lyfta upp þínu heilaga nafni og lofsyngja þig fyrir það sem þú ert í lífum okkar, Jesús. Ég þakka þér fyrir það verk sem þú framkvæmdir á Golgata. Þú dóst fyrir syndur okkar. Fyrir þig hreinsust við í blóði þínu og við erum helguð og heilug þér, Jesús. Við erum útvaldur líður þinn heilagi Faðir. Halleluja, ég þakka þér fyrir, drottinn minn, að náð þín, hún hvíli hér yfir, Jesús. Þú segir að náð þín er ný á hverjum degi og ég þakka þér fyrir þau forréttindi. Við fáum að lyfta upp nafninu, eiga hlutdeild í nafnið þínu, að við fáum að ganga þig veg, Jesús. Við fáum að eiga samfélag við þig á hverjum degi, drottinn minn. Við fáum að tala við þig og þú tala til okkar, Jesús. Orð þitt er lampi fóta minna og ljós á vegi mínu, Jesús. Ég þakka þér fyrir að ég fæ ganga þinn veg, Jesús. Og fyrir þinn heilaga anda þá leiðir okkur og leiðbeinir og kennir, Jesús. Ég bið fyrir Sibbi þegar hún talar þitt orð í dag, drottinn minn. Smyrðu varir hennar. Ég veit að þú hefur lagt orð á hjarta hennar, drottinn minn. Gefðu okkur auðmýkt að taka á móti því, Jesús. Eins og brauðmólar sem falla borðið húsbóndans, Jesús. Gefðu okkur auðmýkt að taka á móti því. Og breyta eftir orðið þínu, heilagi Faðir. Því það er okkur til blessunar. Orðið þitt er okkur umvöndun, Jesús. Það er til leiðréttingar og leiðbeiningar, heilagi Faðir. Til þess að við sem réttlátt gjörum vilja þín og erum bein og hreina á þínu vegi, Jesús. Drottinn minn, á öllum okkar vegur, þá munum við að gefa þér alla lofgjörð, dýrð og heiður í Jesú heilaga nafni. Amen. Takk, Jesús. Hvernig var að gefa þessu myndalega manni gott klapp? Já, hann er minn. Takk, Jesús. Og ég er rosalega lánsum, ég er alltaf að hrósa alla. Það er bara út af því að ég er rosalega lánsum með eiginmann. Það er mikið blessun að vera vel giftur og það er mitt. Það er það sem ég ætla að segja ykkur í dag. Blessun að vera vel giftur. Dugur það ekki? En við, ég og Alli erum náttúrulega mikið búin að vera að spjalla um þetta ár sem nú er hafið. Og þetta er ótrúlega spennandi ár og við vorum svona áður en ári byrjaði að leita Guðs með þetta og við fengum svona orð til okkar í lok síðasta árs og svo er svo athyglisvert hvernig Guð talar það sama, ekki bara til okkar heldur út allan heim. Og núna síðustu daga hef ég og í gærkvöldi voru við Alli að horfa á spádóma 2020. 2020, já. Ég var allt í henni, er ekki 2020? Allavega, við fórum að horfa á spádóma og við erum að tala um þetta voru örugglega, ég veit ekki, 20-30 manns sem voru að senda inn í þennan þátt og það var gerð þáttur eða eitthvað skonar spádóma fyrir árið 2020. Og mér var svo athyglisvert að heyra að það er ótrúlega mikill samhljómur í því sem að Drottinn er að segja. Og ekki bara á Íslandi, heldur líka í Bandaríkjunum, í Ástralíu, í Evrópu, út allan heim. Því að Guð er svo nákvæmur. Og ég einhvern veginn upplifði það að ég einhvern veginn heyri, ég veit ekki hvort að rödd hans er skýrari eða eitthvað svoleiðis, en mér finnst ég heyra betur, hann er svo nákvæmur. Og það eru svo margir sem að finna það í anda sínum hvað Drottinn er að tala. Og mér fannst svo mikið lykilatriði þegar Bob Condon kom síðustu helgi og hann var að tala um þetta með dalinn.
Hvað er mikilvægt að þegar við förum í dalinn að við leyfum verki Guðs að vinnast í okkar lífi. Því að Guð þráir að vinna verk í dalnum sem að vinnur hvergi annars þar í líf okkar. Það er ákveð verk sem að Guð vinnur í dalnum sem að getur bara unnið í líf okkar í dalnum. Og það er svo mikilvægt vinir þegar við förum í gegnum dalinn og þegar við komum út hinum megin að við þökkum Guði fyrir reynsluna. Að við þökkum honum fyrir það að hann með alla hluti í hendi sinni og við treystum því að hann muni vel fyrir sjá. Við treystum því að allt samverki til góðs. Öll reynsla sem við förum í gegnum að hún samverki til góðs með einhverjum hætti í líf okkar. Alli var að horfa á predikunum daginn og mér fannst svo merkilegt það sem að hann sagði mér úr predikunni. Þetta er maður sem hann hlusta mjög gjarnan á en hann sagði ástæðan fyrir því að Ísraelsmenn komist ekki, fyrsta kynslóð Ísraelsmanna komst ekki inn í Kananslandi var út af því að þeir treystu ekki Guði. Þeir treystu ekki að allt myndi samverka þeim til góðs. Þeir kvörtuðu og kveinuðu og í staðinn fyrir að átta sig á að þeir voru leystir úr þrælahaldi að þá festust þeir einhvern veginn í miðjunni. Og vinir, Guð vill ekki að við festumst í miðjunni, má ég heyra með. Hann þráir að taka okkur út úr Egyptalandi og inn í Kanansland. En millitíðin, þessi dalur getur verið svo trikki. Og ég fór að lesa aftur þessi vers sem við þekkjum svo vel í Sálmi 23. Við skulum lesa saman. Ef þið með biblíunar ykkar. Guðmundur með biblíuna. Amen. Það stendur drottin minn hirðir mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðisnjóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakinn nafns síns. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér sprotið þinn og stafur huggar mig. Svo kemur í 5. versi, þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minni barmafullur. Og það er alveg taktur í þessum versum. Og það er svolítið athyglisvert þegar Guð opinbera taktin í versunum, þegar við áttum okkur að samhengi hlutina. Okkur setur hann þetta svona upp. Og að lokum gæfu og náð fylgja mér alla ævidaga mína í húsi drottins, bý ég langa ævi og allur líðurinn sagði. Það er þetta að þegar við förum í gegnum dimman dal við áttum okkur á því að sproti hans og stafur, hann huggar okkur. Það er nú oft þannig að þegar við förum í gegnum dimman dal að við fáum þessa tilfinningu, við erum sár, við erum meidd. Það hefur eitthvað sagt eitthvað, það hefur eitthvað gert eitthvað, eða þá að við höfum sjálf bara reynilega komið okkur í þessa stöðu sem er dimmu dalurinn. Og vandinn við það að fara út úr þessum dimma dal er það að við fáum stundum fátæktra hugarfar. Við í rauninni komumst ekki alveg út úr dalnum því að það er svo merkilegt. Það er erfiðast fyrir okkur að gefa Guði sársauka okkar. Eins og við þolum ekki að finna fyrir sársauka, þá höldum við þvílíkt föstum tökum í sársauka. Og það er allt í lagi að upplifa sársauka. Allar tilfinningar eiga rétt á sér. Það er allt í lagi að upplifa reiði. Allar tilfinningar eiga rétt á sér. En vinir, þegar við festumst í reiði, þegar við festumst í ófyrirgefningu, þegar við festumst á okkur stað þar sem við upplifum eins og við séum ósátt og það er ekkert að fara að breyta því, þá erum við komin í vond mál. Og það sem að gerist á svona stað er að fyrirheiti Guðs. Næsta skref, þú býrð með borð frammi fyrir fjendum mínum, þú býrð með borð. Vinir, drottin með hlaðborð á kræsingum fyrir þig og mig. Ef við bara komumst í gegnum dalinn og í gegnum fjendurnar. Og hverjir eru fjendur mínir? Nei, það er bara ekki þannig. Þú ert vinkona mín. Vel sagt samt. Hverjir eru fjendur okkar? Ritningin er mjög skýr. Það er ekki það sem er utanfrá sem sörgar mannin.
Það innanfrá hjarta mannsins sem að koma allskyns hugsanir. Hlutir sem að trufla okkur. Guð freistar einskis. Hann freistar ekki nokkurs manns. Hann mun aldrei leiða okkur á þann stað að við föllum í freistni. Það okkar eigin tilfinningar, það okkar eigin hugsanir. Það eru fjöndur okkar. Og vandinn sem að við eigum í, vinir, ekki við utanakomandi fjöndur. Það fyrir innri fjöndur sem við þurfum að ná tökum á. Og það líka svo athyglisvert sem segir, þú smyrð höfuð mitt með olíu. Því að höfuðið, vinir, vandinn okkar. Hann þarf nefnilega að byrja á því að smyrja höfuð okkar með olíu. Og við vitum hvað olían gerir. Hvað gerir olían? Hún brýtur okið. Og vinir, í dag á Íslandi, þá þarf eitthvað að brjóta okið í Jesú nafni. Við vorum að tala það, ég og Bob hérna daginn, hvað ótrúlega algengt á Íslandi, hvað eru margir kristnir sem hafa upplifað særindi og farið frá kirkjunni. Það rosalega mikið móðgun í líkama Guðs á Íslandi, einhverju hluta vegna. Ófyrirgefning, segir Ragnar, það svo rétt, ófyrirgefning. Og það eru stundum opaslega litlar ástæður, stundum eru stórar ástæður, en stundum eru litlar ástæður. Fólk virðist bara ekki komast yfir eitthvað sem gerðist fyrir 10-20 árum síðan. Vitið hvað það er? Það tálbeita Satans. Það tálbeita Satans að halda okkur frá þeim kræsingum sem að Guð hefur fyrir okkur. Því hann býr okkur borð frammi fyrir fjöndum okkar. Og oft á tíðum, og ég vil nú eiginlega meina það, þegar Guð ætlar að gera eitthvað stórt, þegar Guð ætlar virkilega að gera eitthvað stórkostlegt í okkar lífi, undanfarið þess sníðlun og óþægindi. Trúið mér ekki, þetta allstaðar í allri ritningunni. Guð myndi veita, amen, takk Jesús. Og mér langar að bara benda ykkur á það þegar Ísraelsmenn komu að ánni Jórdan. Þeir áttu að fara inn í fyrirheitið. Ég talaði það áðan. Fyrsta kynslóðin komst ekki inn, en það voru 2 menn sem að fóru inn og sögðu, við getum sigrað þetta land. Við getum farið þarna inn og við getum sigrað þetta land. Og amen, þeir fóru inn og sigruðu landið. En það sem ég vildi segja, að rétt áður en þeir stigu inn í landið, þá fóru því gegnum sennilega stæðstu krísu sem Ísraelsmenn höfðu staðið fyrir fram að þeim tíma. Móse dó. Og við gleymum oft því að Móse var nýdáinn þegar þau stóðu frammi fyrir ánni Jórdan. Og það var nýr leiðtogi sem að reis upp og sagði, herðu, við erum að fara inn í landið. Og það stendur hérna, ég ætla að benda ykkur á það. Eitthvað stær hérna var ég búin að skrifa einhver vers. Í Jósúa 4:10, prestarnir sem báru örkina stóðu kyrrir mitt í Jórdan, þar til allt sem drottin hafði falið Jósúa að skipa fólkinu hafði verið gert eins og Móse hafði boðið honum. Þá hraðaði fólkið sér yfir. Og vinir, miðað við þá spádóma sem eru að ganga fram úr munnum spámanna drottins í dag, að þá nú tíminn til að hraða sér yfir. Nú tíminn til að leysa landfestar og fara að hraða sér yfir. Má ég heyra amen? Og það þýðir ekki að við erum ekki búin að fara í gegnum einhverja erfiðleika. Móse farin, Móse dáinn. En við erum samt að fara yfir og við erum að grípa landið og við erum að taka landið. Má ég heyra amen? Og það svo athyglisvert þegar þau fóru yfir ána Jórdan. Vitið hvað þau þurftu að gera? Fara undir örkina. Þau þurftu að beygja sig undir örkina sem þýðir hvað? Það þýðir að beygja sig undir höfðingjadóm drottins Jesú Krist. Og það fylgir því, vinir, það fylgir því ótrúlega mikil trú að skilja eftir í
eyðimörkinni. Takk fyrir. Það fylgir því svo mikil trú að skilja eftir í eyðimörkinni sársaukann og vonbrigðin. Og vinir, Guð að kalla okkur til þess að stíga inn í landið. Skilja eftir vonbrigðin. Skilja eftir sársaukann, skilja eftir það sem ekki gekk upp og dusta rykið af öllum þeim fyrirheitum sem Drottinn hefur lofað okkur. Harabashiak. Og mér langar að spyrja þig, hvaða fyrirheit Drottinn búin að lofa þér? Hvaða fyrirheit hefur Guð gefið þér sem að þú ert búin að láta fenna á? Sem að þú hefur hugsað bara út af erfiðleikum og út af aðstæðum? Þetta mun aldrei eiga sér stað. Vitið það, þetta árið þar sem við þurfum að dusta rykið á öllum þeim loforðum sem að Guð hefur gefið okkur og við þurfum að fara að tala þau út. Má ég heyra amen? Því að allir spámennir sem við vorum að hlusta á, þetta sem magnað, þeir töluðu það sama. Það svo mikilvægt að skilja eftir sársauka og vonbrigði og fara að stíga fram. Því að trúin, hún horfir aldrei aftur fyrir sig, hún horfir alltaf fram fyrir sig. Amen, halleluja. Og vitið það, Guð að kalla fram fólk sem tilbúið að stíga fram. Bob talaði það að vera ekki lengur sem áhorfendur. Að vera ekki áhorfendur heldur þáttakendur. Og vinir, að vera þáttakendur getur verið svolítið trikki til að byrja með út að þú hugsar, býtu hvaða hlutverk ber mér að hafa í ríki Guðs? Allir hér inni eru með gjafir. Hver einn og einasti og Drottinn þráir að nota þessar gjafir. Við eigum ekki að grafa okkar talentur. Við eigum að lýsa ljósi Guðs og við eigum að ganga hér fram og við eigum að taka landið. Má ég heyra amen? Annað sem að fólk sagði og það var gangandi gegnum alla þessa spádóma, þetta ár trúboðans. Þetta ár þar sem að við sjáum þegar við erum að vitna fyrir fólki stórkostlega hluti eiga sér stað. Og vinir, það komið tími til að við hættum að fela trú okkar. Við verum að miðla mildilega með öllu því fólki sem í kringum okkur. Ekki skammast okkar fyrir fagnaðarréttindi. Amen. Ljósið ánefnilega ekki að vera undir mælikeri. Annað sem fólk sagði sem var líka svo mikil, sem að einhvern veginn settist mjög mikið að í okkar hjarta, okkar alla, það var það að við eigum að tala út fyrirheiti Guðs. Og ekki þannig að við séum að fara að sjá þau eftir 3 eða 6 mánuði eða ár heldur, við erum að fara að sjá þau núna. Uppskeran mun vera núna. Og Drottinn að leita viljugum verkamönnum í ríki sitt, vinir. Og ég vil vera ein af þeim, ég vil ekki missa þessari ríkulegu uppskeru sem að Guð að fara að gefa húsi sínum og ég heyra amen. Þannig að í dag, vinir, rísum upp sem aldrei fyrr og förum að taka landið okkur til eigna. Amen. Amen. Og nú ég búin að vera hérna bara í Gamla testamentinu. Við sjáum nákvæmlega það sama eiga sér stað þegar Jesú deyr á krossinum. Hugsa ykkur áfallið sem að drengirnir lærisveinarnir urðu fyrir þegar Jesú dó á krossinum. Þið getið rétt ímyndað ykkur. Leiðtoginn þeirra var dáinn. Jafnvel þóttir vissu af því að þá einhvern veginn kom þeim samt það mikið í opna skjöldu. En hann sagði við að það betra að ég fari. Það betra að ég fari því að ég mun senda andan heilaga og hann mun leiðbeina ykkur. Hann mun hjálpa ykkur og hann mun leiða ykkur í allan sannleikann. Og meðan þeir voru samankomnir í einingu andans, eins og við erum hér samankomin í einingu andans. Þegar við erum samankomin í einingu andans, vinir, þá geta stórkostlegir hlutir átt sér stað. Og vitið það, Drottinn heyrir þegar við erum samankomin í einum anda. Hann sér það og hann heyrir það. Takk Jesús. Og hvað gerist þegar þeir eru að leita Guðs? Þeir eru samankomnir og þeir eru að bíða eftir því sem að Drottinn hafði lofað. Það var allt í henni niður, eins og aðdynjandi sterk virðis. Og vitið það eitthvað sem við þurfum að fara að upplifa aftur í eigin skinni, þessi fyrsti kærleikur sem við áttum þegar við vorum brennandi í eldinum. Það gat ekkert stoppað okkur, við urðum að fara út og við urðum að segja öðrum frá. Vinir, Guð að gefa aftur þennan eld.
Guð þráir að gefa þér þennan eld þar sem að þú ert bara viðþolslaus öðruvísi en að þú sér vilja Guðs ná fram að ganga. Og ég trúi því þetta er ár eldsins. Það sem að við munum sjá ekki bara, þú veist, Jóhannu og Guðbjörg og við munum sjá fólk sem við erum ekki búin að sjá í mörg ár koma á samkomu, lyft upp nafni Drottins. Þetta verður ár afturhvarfs. Og ég ætla bara að tala það út. Við munum sjá stórkostlegar hluti, við munum sjá fólk rísa upp sem við höfum aldrei trúað að myndu koma aftur inn í ríki Guðs. Þannig í dag, í staðinn fyrir að horfa niðurlút, við erum spennt fyrir því sem að Drottinn ætlar að gera. Amen, full af eftirvæntingu. Þannig ef þú ert hér í dag og þú er búin að upplifa eitthvað af þessu sem ég er búin að vera að tala um hér, missi, sorg, jafnvel reiði, vonbrigði, lyft upp höfðunum og höndunum og segi Drottinn takk fyrir. Drottinn gaf og Drottinn tók. Lofa verði nafn Drottins. Ég ætla ekki að láta það halda mér frá því allra besta sem að Drottinn hefur fyrir mig á þessu ári. Því hann býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum og ég ætla að tækla mína fjendur í dag. Ég ætla að hasta óvinnin og ég ætla að grípa landið. Ég ætla að ganga inn í það sem að Drottinn hefur lofað mér og það mun enginn taka það frá mér. Halleluja. Og ég ætla líka að lýsa því yfir. Við munum sjá vakningu á Íslandi á þessu ári. Við munum sjá stórkostlega vakningu á Íslandi. Við munum sjá fólk rísa upp og ekki bara vera áhorfendur, heldur hluttakendur í ríki Guðs. Halleluja. Það verður ekki bara ég að vitna fyrir fólki. Það verður við öll að vitna fyrir fólki. Má ég heyra amen? Takk Jesús. Halleluja. Alli, vilt þú koma og segja eitthvað? Hann átti ekki vona á þessu. Amen. Mér finnst bara að alli átti að segja eitthvað. Amen. Hvað upplifir þú fyrir þetta ár? Já, það er gott að kannski að maður var ekki undirbúinn og að maður alveg þurfti að gera eitthvað annað akkurat núna. Nei, djók. Það sem ég hef þessi Guð talaði mikið til mín rétt fyrir áramót var endurreist. Og Bob talaði það líka, hún getur verið í alls konar formi, endurreisni, fjárhagslega, líkamlega, andlega, á hvaða sviði sem er. Síðan hefur komið sterkt til mín, og Sibba var reyndar að tala þessu það áðan með Móse og Ísraelsmenn. Það sem er alveg ofboðslega merkilegt við þá sögu er það að Ísraelsmenn eru leiddir út úr Egyptalandi þar sem þeir voru búin að vera í ánauð. Fara inn í eyðimörkina og á nokkru dögum eru þau komnir að ánni Jórdan. Þetta er einhver 6 dagar, 10 dagar ferð, eitthvað svoleiðis, og þeir eru komnir að ánni á þessu bara strax. Þeir þá voru sendir þessi 12 menn yfir að skoða landið, koma tilbaka og 2 hafa þessa sýn að þeir sjá, jú, Guð hefur gefið okkur þetta land, við höfum að fara yfir og taka það. Hinir eru svo trúlitlir að þeir segja, við erum bara eins og engi sprettur í augum þessara manna, við eigum ekki séns. Og Guð reiðist, hann reiðist þeim, hann er ósáttur, fólkið hefur ekki trú. Samt á þessum dögum er hellingur búin að gerast, hafið opnast fyrir þeim. En það er svo skrítið og ég meina við getum alveg litið í eigin bar. Þetta eru rosaleg kraftaverk að gerast og við horfum, lesum Biblíun og við segjum hvað voru þessi menn að spá? Að þeir skildu nú ekki eiga meiri trú en þetta. En það þarf ekki marga daga frá því sem Guð er ofta blessa okkur að daginn eftir að 2 dögum seinna virðist við erum bara að gleyma því og bara við erum aftur komin á sama stað. Trú lítil. Það sem er svo merkilegt að með þá Ísraelsmenn að þarna byrjar þeirra 40 ára ganga. Og Guð segir,
allt fólk eldra en 20, það fær ekki að fara inn í fyrirheitnarlandið. Og þannig verður þessi hringur þangað til allt þetta fólk farið og unga fólkið risið upp og það fer yfir með þessu 2 sem voru trúaðir fyrir. Móses deyr og þá kemur upp svona ákveðin spurning, Móse fór ekki inn í fyrirheitnarlandið, þannig að hann fór ekki inn í hvíldina sem fyrirheitnarlandið bauð upp á, sem bara flaut í hunangi og mjólk. Hvað var þá hann? Að sjálfsögðu fór hann til himna, Guð var búinn að frelsa allt þetta fólk, hann var búinn að leysa það allt úr ánauðið, þannig að hann fór til himna. Við sjáum það þegar hann kemur á ummyndanarfjalli með Jesú og apostolunum, Pétri og Jóhannes. Þannig að hann var alveg hólpinn. Þannig að við getum síðan hort á það fyrir okkur í dag. Við tökum á móti Jesú og við erum hólpinn. En erum við að ganga inn í frelsið okkar? Erum við að ganga inn í hvíldina okkar? Erum við að taka á móti arðleiðinni sem Guð hefur fyrir okkur? Spurning. Til þess að komast inn í arðleiðin okkar, inn í hvíldina, þá þurfum við að gera ákveðin verk. Því trú okkar, hún dauð án verka. Við játum og við trúum og við erum hólpin. Við erum komnir inn í himnaríkið. En erum við komin inn í okkar arðleið? Erum við að taka á móti arðleiðinni? Erum við að taka á móti öllu fyrirheitunum sem Guð yfir hand okkur? Öllum blessuninni sem býður okkar? Við náum því ekki nema að gera ákveðin verk. Trú okkar dauð án verka. Amen. Og það það sem hluti af þessu sem Sippa var að tala og við erum búin að vera að sjá í öllum þessu spádómum. Þetta gerist ekki með því að bara sita, koma á samkomur og fá gæsáð. Gæsáðun æðisleg, en hún frelsar engan. Hún býr ekki til grundvöllin sem við þurfum til þess að bara vaksa og ganga með Guði. Skiljið? Amen. Þannig að það er ábyrgð að taka á móti Jesú. Við fáum þessa gjöf, okkur í gefin þessi gjöf að eignast þetta samfélag við Guð og eiga okkar himneska stað. Þetta allt gefið. Engin maður getur miklað sig af því að taka á móti, þetta er gjöf. En það síðan okkar ábyrgð að segja síðan öðrum frá. Það það sem við eigum að gera. Við erum hendur og fætur í Jesús. Við erum ljósastikan við erum þessi opna bók. Skiljið, hvað fólk að lesa, hvað fólk að sjá þegar það horfir okkur. Þar okkar ábyrgð. Þannig að þetta svona það sem hvílir mikið á mínu hjarta fyrir þetta ár, þar að við ætlum að framkvæma. Við ætlum ekki að fara að framkvæma, við ætlum að framkvæma. Og það byrjað. Þannig að ég rosalega spenntur fyrir þessu ári. Amen. Maður finnur það. Það eitthvað spennandi í loftinu. Ég var að hugsa það þegar allir var að tala týnda soninn. Þið muni eftir synunni sem var eftir heima. Hann vissi ekki einu sinni hvað hann ætti, þú veist. Og faðirinn sagði við hann, allt mitt er þitt, þú veist. Og þú átt aðganga þessu öllu út. Hann móðgæðist út af bróðurinn sem kom aftur heim. En vinir, gnægðin stendur við dyrnar okkar. Loforðin standa við dyrnar okkar. Nú bara að stíga inn og taka landið, má ég heyra með. Mér langar líka aðeins að heyra frá Guðmundur Haralds senda okkur þessa spádóma. Og mér langar aðeins, Drottinn búin að gefa honum smá orð fyrir þetta ár líka. Ef þið hafið nokkra mínútur í viðbót. Allir góðir. Amen. Amen. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég ætla nú ekki að vera með predikun eftir svona opaslega góða predikun. En ég ætla svona að miðla því sem Drottinn hefur lagt á hjarta mitt fyrir þetta ár. Og það hefur komið rosalega margt fram. En þema í þessu sem við heyrum núna, það trú. Og það að gangi trú. Og þetta eins og Davíð konungur, hann sagði orðið til lampi fóta minn á ljósaveginum. Hann valdi. Hvernig gat orðið verið ljós og lampi öðru sinna andlega. Þannig að þegar hann stóð fram fyrir vali, þá valda vilja Guðs. Og þetta sjáum við líka með gegnumgangandi, fólk heyrði frá Guði og gjörði. Og þannig að trúin var samkvæmt verku þeirra.
En nú eru miklu spádómar og mikið að gerast og það er stórkostlegir hlutir að gerast framundan bæði á þessu ára og næstu árum í ríki Drottins og stærsti hlutin að því að spádómanir eru að gangi í fullnustu. Það eru nokkri spádómar eftir en hlutinir gera svo hratt að þetta getur bara þess vegna gerst á nokkru vikum. Það getur orðið efnahagslegt hrun bara á 3 vikum út af þessari flensu sem er núna að ganga yfir heiminn og því að það hefur áhrif á alla hlutabréfamarkaði. En það sem Drottinn hefur lagt á hjarta mitt, það er að tala um vonina. Það sem við munum sjá í dag er að það eru ógnir og vá á himnum og tákn alls staðar í kringum okkur sem við verum að læra að lesa úr. Og það sem það gerir í þetta, það getur komið óttin í hjarta okkar og fullkomin elska rekur út óttan. En málið er að við þurfum að eiga von. Ef við verum vonlaus í þessum kringustæðum, þá sjáum enga framtíð, þá verum við bara vonlaus og þá gefast við upp. En trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringu þá hluti sem eigir auðið að sjá og menn gengu í trú. Þannig að við þurfum að láta trú okkar vaksa. En ég ætla aðeins að koma, ef ég má bara örfá orð, tímann og tákn sem við lifum í dag. Við þurfum að skilja til þess að sjá hvaða tími við lifum á. Og ég ætla svona aðeins að koma bara inn á það. Því að ég hef skrifað orðið er uppspretta lífs og sigurs og vonar í öllum kringustæðum lífsins. Þannig að við verðum að skilja úr orði Guðs hvað er að gerast. Og það er talað vöxt í orði Guðs. Fyrst er látið niður sæði, svo kemur það upp og síðan fyrst kemur bara stiklinn og síðan kom blöðin og svo var tréð full þroskað og ávöxtur þess. Ég ætla að draga saman 2 myndir, það er að segja frá upphafi, eins og var dögun Nóa, þá er sá tími sem við lifum í dag. Syndin, hún hefur sér vaxtartakmark. Þegar hún er fullþroskuð, þá gengur Drottinn í dóm við syndina og við sjáum að það voru 2 sæði sem voru sáð, annað var sæði djöfulsins og hitt var sæði Drottins og þegar þeir voru fullþroskuð, þá var sigðinni brugðið út. Og við erum að koma inn á þann tíma í dag, þar sem þetta er. Og það segir, Jesús segir, herra þessa heims er djöfullinn, það segja Lúsífer. Og til þess að sjá það að svo þá þurfum við ekki annað en að horfa á tímanna tákn. Þjóð með rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Það verður hungur, jarðskjálftar og ýmislegt sem gerist í heiminu sem við sjáum bara mörg táknin í dag. En þegar við sjáum ríki gegn ríki og þjóð gegn þjóð, þá sjáum við það að við höfum aldrei séð eins mikið hernað ófríðindi. Við höfum aldrei séð eins marga isma. Við sjáum kommunismin, kapitalismin og þetta, allt er þetta rétta, en þetta er fallin stjórnun og höfðingi heimsins er yfir þessu og það sem ræður för er syndin í hjarta mannsins. Því illa frá í Markus 7:20 segir innan frá hjarta mannsins koma illar hugsanir, hordómur, sörlumna, morð, þjófnaður, lygi, ágitt, illmennska, tömleysi, illa augað sem byggar allt neikvætt upp, við sjáum við fréttaflutningi, öfundi, lasmæli, hroki sem er innsta, sem kemur þetta 12 atriði í hjartanu sem mynda stjórnun í Biblíunni, það eru 12 mánuðir, 12 póstölu og svo framvegis. Síðan er 13. atriði, ef við lesið í gríska orðið, það þýðir heimska, það þýðir ég mig frá mér til mín, súper egoið. Þetta er það sem trónar á toppi mannsins. Inn í fallna eðlinu er þetta syndu eðli sem lígur, það stelur, það svíkur og allur þessi pakki að gera morðið og þannig. Og þannig þetta er þetta fallna stjórn sem er að eyða öllum heiminum í dag. Og Jesús, hann vil koma íta þessum höfðingjadóm út sem er fífl í hásætinu, koma þar inn með sinn höfðingjadóm, fara og vinna inn í hjarta okkar og setja guðlegt eðli inn. En ég ætla að tala það sem er að gerast í heiminu, ég var bara að komast inn á þetta, því að á dögum Nóa, það segir eins og var dögum Nóa, þá áttu menn að drukku, kvæntust og giftust og gerði alla hluti. Og þá kom Nóaflóðið.
Þannig að við sjáum að hérna, ég ætla aðeins að koma inn á tímanóa hérna. Það segir sko, tvennt sem kemur í tímanóa. Það annars vegar, Drottinn sá að illska mannsins var mikil á jörðinni og allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en illska alla daga. Þannig að það var hjartað. Og við sjáum það að hjarta mannsins í dag, það nærist á illsku. Það nærist á bíómyndur sem eru óguðlegar, andguðlegar. Það nærist á netun af klámi og alls konar og óþarra og svo framvegis. Við sjáum að þjóðin að fara frá Guði, það má helst ekki heyra Guð og tala Kristi eða Jesús, heldur eitthvað félagskjaftaði sko, og svo framvegis sko. Þannig að þetta það á dögum Nóa. Síðan segir seinna, jörðin, nú var að tala jörðina, var spillt í augsýn Guðs og jörðin fylltist glæpaverkum og Guð leit á jörðina að sjá og hún var spillt orðin því að allt hold hafði spillt vegu sín á jörðinni. Og við sjáum að það hefur aldrei verið úthellt meira blóði á jörðinni eins og í dag. Og það þvílík spilling og það verið búin að ganga svo nálægt náttúrunni að jörðin sjálf hún stynja, hún kiknað undan þessu. Samfara því þá sjáum við mikla jarðskjálfta sem Drottinn talar og þessi tákn sem komið, sjáum að það núna þessi flensa sem komið yfir heiminn. En síðan tala Jesús þetta tímanna tákn, ég vil bara koma þessu fram, hvað raun að gerast í heimi, við skulum ekki vera hrædd, því að þetta bara í orði Guðs. En síðan segir Drottinn að þegar orð Drottins verður predikað allan heim, þá viti það eitt af táknunum. Núna í dag, þá höfum við Facebook, við höfum Twitter, við höfum alla fyrir þessa ljósmiðla og allt þetta. Orð Guðs búið að fara allan heim. Þegar Jesús sendi þá 2 og 2 út saman, ég að koma að þeim núna akkurat bara þeim punkti sem ég vil koma með fyrir þetta ár. Að þá var bara orðið, þá var engin sími eða neitt og menn bara gengur og segja Jesús hér og Jesús þar og Jesús lausnin og þetta þarna og svo framvegis. Drottinn ekki bara fyrir gyðingana, hann líka fyrir þig. Þetta bara afmarka lasaði. Ef við horfum í dag, ég hef sagt ykkur, það milljónir að frelsast. Og það ekki bara milljónir, það fer að vera í 20 milljóna út allt og sérstaklega í Íslam. Því að þeir eru búin að sjá svo mikla vonsku, mikla grimmd og ég og Sigga, kona mín, við vorum fyrir 2 ára síðan í Toronto, í Kanada og ég var búin að biðja sérstaklega og sérstaklega Drottinn að leiða okkur að kirkju og hann geti sýnt okkur eitthvað þannig að við fengjum eitthvað heldur út í ferðalaginu heldur en bara eitthvað svona verslun og hvíld. Og þá svo merkilegt að við lendum á torgi þar sem var sameiginleg ganga svona til þess að lyfta nafni Drottins upp og síðan var haldinn svo töluðu prestar eða leiðtogar ýmissa kirkja í Kanada úr svona púlti nema það að þarna múslimi. Og hann grætur og hann að reyna að tala og hann kom allar nokkur frá sig og hann greið svo mikið og ég hugsa ég ætla að tala með hennar mann þegar hann kemur niður úr púltinu og ég fer að tala með hann og hann segir, Árni Þórðar sagði þú hefur átt að taka þig upp á síma, ég dauðsá eftir því, Sigga við hliðin á mér og hann sagði sko, ég var hardcore múslimi, ég var algjör bókstaf múslimi og shari múslimi. Ég bara konáttur svona og bara algjörlega eftir þessu bókstaf. Eina nóttina, þá vaknaði ég, Jesús var inn í herberginu og hann snerti mig og hann grét svo og hann sagði, veistu, ég búin að sjá Jesús nokkru sinnum og hann hefur kallað mig til að fara til múslima og gyðinga. Þetta það sem Drottinn að gera í dag og veistu það, við eigum að fylgja í fótspor hans. Við eigum að fara út með orð Guðs og það sem að uppskeran hvít og nú þurfum við að fara út og því að Drottinn hann mun gefa og við erum verkamenn á akri Drottins en ég vildi bara koma þessu svona til þess að við fengjum meiri skilning á hvert hlutverk okkar í Guði og Drottinn mun bæta við og við skulum ég trúi því að þetta ár
í þessu ofboðslega umhverfi sem við lifum í dag, þar sem búið að láta fjötra og ánu fjármála yfir fólk og alls konar hlutir, og menn eru búin að gangi í gegnum hitt og þetta í sínu persónulega lífi. Menn eru þjakaði kannski sektarkennd og bara rang ímyndun. Þá skulum við vita það að Drottinn sá sem fyrirgefur. Við verðum að horfa á Drottinn í kringumstæðum, ekki á djöfulinn, og trúa því að hann vinni verkið í lífi okkar. Við erum að leggja af og gera útvalningu okkar vissa og ekki skammast okkar fyrir fagnaðarendi. Ég ætla að ljúka þessu á tvennu. Annars vegar, 1,5 ári eftir að ég frelsaður, þá var ég niður í miðbæ, Reykjavíkur, að vitna með fólki á laugardagskvöldi og það var búið að vera eitthvað stórskemmt, það var alveg einhverju 20 eða 100 manna niður frá. Og ég að tala við einhverja krakka, allt innu, þá sé ég svona ljós yfir fólki sem var svona eins og eldur en það var samt ekki logandi, en það var bara eins og ljós. Og ég sé það yfir alveg fullt af fólki, ekki yfir öllum. Og ég sé þetta yfir krökkunum sem ég að tala við. Og ég sá þetta bara alveg sem ég að horfa á ykkur hérna inni. Og það kemur allt inn í anda minn, Drottinn á þetta fólk. Það ekki kannski kalla akkurat núna, en það mun koma inn í Guðs ríki. Og nú bara tíminn að ná í þetta fólk. Og sá í kærleika. Við þurfum ekki að segja, heyrðu, þú ert að leiðin til helvítis eða eitthvað svona. Við sáum út orðinu og Drottinn mun sjáum þetta, uppskeruna. Þannig að þetta þessi tími, þar sem við stöndum upp með djörfung og við langar síðan svona í restina að benda á bókana. Gefum okkur tíma með bókana, því að hún ljós lífsins og kemur inn í alla kringumstæður. Trúin byggist að boðunni og boðunni kemur á orði Guðs. Þannig að við skulum lesa. Við þurfum ekki að hugsa að ég kann ekki neitt í Biblíunni. Drottinn mun gefa það. Og við getum bara að lesa þetta eins og sögubók, en við skulum lesa. Og við skulum gefa okkur tíma okkur einasta degi að lesa. Vitandi viss að við lifum á alvarlegum tímum, en það Drottinn gerir stórkostlegt verk á þessu tíma. En ég vildi bara svona upp á það að við vöknum í kringumstæðunum, sé ekki bara sofandi að feigðarósi eins og maður segir. Jesús bless ykkur. Spennandi tímar. Halleluja. Og ég líka vil bæta við það sem að Guðmundur sagði, ekki bara lesa, heldur lýsa yfir líf okkar, þar sem að við sjáum í orði Guðs og við vitum að við eigum að fara að lýsa því yfir. Og ekki bara hugsa það, tali það út. Og ég hvet ykkur til þess að gera þetta bara strax í kvöld, okkur með einasta degi þessari viku, farað að tala út loforð Guðs yfir líf okkar. Og ekki bara líf okkar, líf barnan okkar, líf þeirra sem eru í kringum okkur. Og við ætlum að sjá, ekki bara líf okkar snúast við heldur allt Ísland. Við ætlum að fara að kalla fólk inn í ríki Guðs, má ég amen. Takk Jesús. Eigum að rísa á fætur, svona í lokin. Annað sem að, Guðmundur, ég vona, okið indælt og byrðinni létt. Bara þannig áttu ykkur á því. Við erum ekki að fara undir neitt ok hvað þetta varðar og það var sérstaklega að tala að Guð myndi gefa nýja gleði. Gleði sem svona fölskvarlaus og þegar við göngum fram, vitið að þetta ekki ég, þetta ekki þú, þetta Drottinn. Og að vita það hver á okkur gefur okkur svo ótrúlega mikinn kraft. Töppum inn í þann kraft og göngum fram í þessu ári og tökum landsvæðið. Þetta ekki bara loforð, þetta raunveruleikin okkar í dag. Þannig að þetta ekki loforð sem að Guð hefur gefið okkur fyrir framtíðina, þetta loforð sem að Guð hefur gefið fyrir nútíðina. Og við ætlum að taka landið, má ég heyra amen, í Jesú nafni. Þannig að mér langar bara til þess að við lyftum höndum hér í dag og við bara lofum hann. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir